Góðan daginn og velkomin í þátt númer 135 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er 7. júní 2022, mánudagsmorgun og þá bara sýnist mér að vera mánuður síðan að ég var hérna síðast, en það búið að vera bara brjála að gera. Síðasti þáttur var tekin upp 3. maí, svo að það er svona reiknast til að það sé cirka bát það. Ástæðan fyrir að ég tók ekkert fyrir upp var bara bæði tímaskortur og svo var ég að vinna að tvennum verkefnum sem ég gat ekki talað almennilega, en annað er að geta talað og sýnt ykkur í dag af því að Stephen var að gefa út þetta sjal í dag og ég sýni ykkur það í klárun á eftir. Þannig að bara í raun og veru er þátturinn mjög hefðbundinn. Ég mögulega eitthvað aðeins viðguð, en við bara látum það ekkert stoppa okkur, fáum okkur hérna bara djús og klaga og höldum af stað. Nú, fyrsta klárið er þá Triangle heitir sjalið hans Stephen West sem ég prjónaði og er Jarnalong kittið frá honum. Og það var í rauninni þannig að búið að prjóna það á svoleiðis. Þetta er meira svona bara upp á að tryggja að garnið sé nóg og svona bara feedback fyrir hann. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt að því leyti að faktist getur þú bara prjónað út í hið óendanlega eins og sjöluna séru eða hætt mikið fyrr eða hvernig sem þú vilt hafa það. Og þetta eru 3 hespur af singles, 2 frá Wall Collection og svo frá Flock sem að ég held ég hafa örugglega verið að vinna úr í fyrsta sinn. Og þetta eru fyrsti liturinn sem er Pearl frá Wall Collection, notaði ég 83 grömm af og þetta er prjónað á 3,75 sem að fer alveg ótrúlega vel með singles sjölum eða sjölum sem að ég hendar mér. Þessi prjónast það rosa vel, ég er að prjóna úr svona einspinnu. Svo blandast hérna við Mermaid. Það er hérna þá komið örlítið dekkra í það og svo líkur þessu með Sunny Shores frá Flock og endar hérna með örlítlu brioche sem að, twisted, þetta var hérna, snúin sléttleikja og snúin brauðinleikja í hina áttina. Þannig að þetta var bara svona miðjan í rauninni er það eina sem að stækkar. Þessi kantur er alltaf eins og þessi kantur er alltaf eins þegar þú ert svona búin að ná ákveðnum lykkjufjölda. Hérna, hér byrjar í rauninni miðjan og þá heldur þessi kantur sér alveg í gegn. Og þessi fallega hérna, ég veit ekki hvað það minnir mig, þetta er bara svona, ég veit ekki hvað það minnir mig á, þetta er svona eins og slaufa. Og þetta er svona fínlegt og ekkert crazy. Svona getur hann Stephen komið manni stundum á óvart og gert bara voða svona einfalda, eða sem sagt, mér finnst eiginlega allt sem hann gerir þannilega einfalt. Hann lætur það bara líta út fyrir að vera mega flókið. En þetta er svona, þetta er svolítið svona dúllulegt. Þetta er kannski ekki alveg beinlínis hann, en sýnir samt hvað hann finnst gaman að leika sér og reyna að setja sig í spor annara og reyna að höfða til eins stórs hóp svo hann getur, þó hann eðlilega leiti svo alltaf tilbaka í það sem að
hann fílar. Við vitum það alveg að hann getur verið alveg ótrúlega litaglaður en svo kemur hann og óvart með svona eitthvað svona pena pallettu, blúndur, einlita peysu, þú veist. En þú veist, það er líka svona eins og að fá sorbein á milli rétta. Svona til að hreinsa pallettuna áður en maður fer í eitthvað annað. Þannig að þetta var rosalega skemmtilegt. Fékk þetta svona bara svona, gerði þetta svona og þetta var búið. Þetta kom ábyggilega, já, þegar ég var að byrja að vinna. Þannig að ég var samt að vinna og þú veist, ég bara, það er náttúrulega alltaf með Valdísi og þannig að þetta var bara svona kvöldin og svoleiðis. Og þetta tók mig 3 vikur og ég vann fyrst jafnhliða öðru verkefni sem ég er með frá honum og er að bara bíða eftir svona restum til þess að geta klárað það. Þannig að þetta getur alveg skotgengið þetta sjálf, sko. Að þetta verður svona þegar þú ert búin að ná taktinum í því þá getur þú bara haldið áfram alveg nokkurn veginn á þess að kíkja. Ég þurfti að kíkja annars slagið bara til þess að fullvissa mig að ég vera á réttum slóðum og svoleiðis og sem kannski skiptir meira máli þegar þú ert að pröfuprjóna heldur en þú ert að bara prjóna eftir uppskrift af því að uppskriftin hans eru mjög fyrirgefa manni mjög auðveldlega og fára og margar lykkjur og fiffar það bara. En þegar maður er að pröfuprjóna þá vil maður nú helst reyna að hafa það sem kórréttast. Nú svo kláraði ég Pólesten trefilinn eftir Amy Lowden á Ravelli og þetta var uppskrift sem hún gerði þegar hún gaf út jóladagatalið sitt í fyrra. Nema þá var alltaf fingering bekkur og svo súri bekkur, fingering, súri. En ég var bara með fingering og móher, alltaf með hvítt móher í öllum hespunum. Með öllum litlu hespunum og endaði held ég 23 í staðinn fyrir 24 einfaldlega vegna þess að ég nefndi ekki að fara að opna aðra móher hespu. Og þetta er bara svona, þetta er bara mjög veglegur trefill. Ég var ekkert að strekkja hann, ég bara lét hann laga hann í bleyti, kreisti úr honum með handklæði og lagði hann svo bara yfir snúrunar og lét þetta bara þotna svona. Og þetta nær mér alveg vel bara næstuði niður á miðja sköflunga báðum megin, svona. Það var bara alveg yfirdrifið. Og bara, já, mjög ánægð að vera búið með þetta. Ég svona náði að gringa aðeins. Náði að gringa 23 mini hespur í safninu mínu. Þetta má duga skal. En þetta var eitthvað sem ég langaði rosalega að gera. Ég er búin að horfa á þær nokkuð margar í erlenda podcast heiminum vera að gera þetta. Það er annar í Hvítasunnu. Ég ætlaði ekki fætur í dag, þannig að svo kom bróður minn mákonu í heimsókn, þannig ég neyddist þess að vera fætur og hugsa, ég vil bara taka upp í leiðinni. En ég kannski ekki alveg, að ég vissi að ef ég gerði ekki núna, þá myndi sennilega líða aðra 4 vikur. Og ég þarf að sýna ykkur það sem ég klára áður en ég fyrir að nota það. Þannig að, og get gengið frá og ég er einhvern veginn svona hálfgerður hreiður gerða ham. Ég er svona að undirbúa mig fyrir að vera að minna heima og svona þá er ég voða upptekin að því að bara hlutinni sé á sínum stað. En þá eru klárin komin og það sem ég er búin að vera að fókusa mest á síðan ég kláraði þetta er hitt verkefnið hans Steven sem er stopp núna og svo Ariana peysan sem að ég byrjaði á bara, ég er að fara í henni í fyrsta sinn eftir ég sett hana saman. Ariana, hvernig byrjaði ég á henni? Þegar 15. febrúar
dag 7. júní. Ég er bara búin að sitja svo ómanneskja og klára að gera ferningana. Og af því ég var að nýta gadd sem ég átti frá Aslan Trends del Cerro sem ég keypti af konu á Skaganum sletta af. Og ákvað bara að, þú veist, nýta hann í, þá eins og sjáið, þá gat ég ekki, þá er ég búin með hann gráa þannig að það eru nokkru með hvítu og nokkru með bleiku. Og eitthvað svona, það eru svona pínu tilfæringar hér og þar. Og ég er búin að, ég ætla að sauma saman hérna, taka upp lista bekka neðan og í kraganum og fyrir ermarnar og það er prjónað stroffið. Þannig að það er svona næsta á dagskrá. En ég er bara sjúklega ánægð að vera, þú veist, ég er búin að vera í allan dag og í allan gærdag að raða þessu saman og láta það ganga upp. En kosturinn með Hekli er að þú klúðrar eitthvað þá svo lítið mála reykja upp. Þetta er alltaf bara einleikja í rauninni. Svo, þú veist. Þannig að þessi er svolítið fríkuð. Ég er bara lúmst ánægð með hana. Ég var búin að þvo og strekkja alla gráu meira og minna. En svo núna þegar ég er búin að setja hana alla saman, þá hugsa ég hún fá að fara í aftur öll sömul í bað. Og þannig að ég bara vona að ég klára hana næstu dögum. Ég er í alveg ógeðslega miklum svona uppvinnsluham, sem ég var að segja. Langar alveg bara brjála að vinna í því að klára það sem er á prjónunum, rekja það sem langar ekki að klára og þannig. Sýnum hvað það er. Þannig að þetta er sérst Ariana frá Berocco og ég fann þetta inn á Ravelli. Þetta er fríuskist þar. Og gagnið er alls ekki það sama og gefið upp í uppskriftinni. Þetta var alveg smekkfull karfa og smá afgangar sem ég notaði í þetta. Og það fer nú, þessar 3 fara nú svo allar örugglega í kantinn. Þá var bara ein heil hespa eftir af þessu. Ég var búin að prjóna gollu eftir Andreu Mári. Einhvern tímann úr þessu sem var svona all græn. Smá raukt hjá Rænbakk peysan sem allir voru að opna í fyrsta skipti peysuna sínar en það hefur þurft að sauma þetta með saumavél niður og ég gerði það af því þetta bauð ekki. Þó þetta sé 100% meira en öll og ekki súpuvás, þá er þetta samt, þetta er eins og bómull. Mjög spes, ég veit ekki hvernig þetta er argentískt, made in Argentina, 100% meira en öll, 115 metrar í þessari 50 gram hespu, þannig að þetta er svona DK gróleiki. Já. Ótrúlega gaman að ná að klára svona einhverja hespur sem að hanga yfir manni sem mann langar að nota en þú veist. Og svo tók ég náttúrulega, ég veit ekki, ykkur verður kannski varar við það en ég tók algjöran trilling hérna inni og sko það fór fullur svartur poki í góðgerða, prjóneri, seldi heilan helling og það er bara eitthvað oppupons. Það er eftir tæplega eitt svona kassagaur hérna þessi sem er bara saminaður í einn góðan pakka inn á gaddbíti síðinu og restin er bara hráefni sem að ég bara dýrka á dái og tími ekki að láta frá mér fara. Ég seldi stærri rokkinn minn, ég var ennþá litla rafmagnskrútið að mér finnst það svo geggja næs að ég fer í ferðalög, þannig að hann fekk að vera eftir að því ég á líka svo ógeðslega mikið af fallegri ull ennþá.
Þannig að, já, eftir að fara gegnum töskuna hennar. Ég er búin að vera í pínlillu kasti síðan að þeir sem horfðu á Lindu í vinkona hér, þegar hún var hjá Stíven í Amsterdam á dögunum, Hippi Barbarið, að þá var svona, fekk fólk að spyrja þau spurninga og þau svöruðu hana í þættinum og meðal annars hvað ætti margar prjónatöskur. Og Linda kom alveg fullkomna tölu, eða svona cirka bara tölu og ég bara, hvað ætli ég ætla að setja ykkur á pásu, ég ætla að telja. Þetta er ekkert. Þetta er ykkur 80 töskur. Þú veist, ég er náttúrulega vann við að búa slatta af þessu til, sko, og sumar varði ég bara að eiga, sumar voru gallar og ég vildi ekki láta það frá mér og aðra voru bara úr það nefna, ég varð að eiga. En það þýðir það, ég er bara með 4 verkefni núna í verkefnatöskum, 5. Þannig að ég get bara alveg óðvaðið í að fitja upp á nýjum hlutum, ekki satt. Nei, skulum ekkert, en shit. Ég þarf kannski eitthvað að skoða þetta. Kannski verður ykkur útsala eitthvað tíma á brunatöskum. Bruna útsala. En, já, gaman að þessu. Þetta er svona bara, já, ok, ég á ekki bara mikið að gatni og prjónabókum og eitthvað, ég á líka örfáar töskur. En, gæti verið eitthvað annað. Ariana, já, það er það sem ég er búin að vera svona mjög á kafi í. Og þegar litla aðstofnkona mín hefur verið hérna hjá mér, hún Valdís, þá er Half and Half Wrap frá Pearl Soho, það er svona tutlast áfram. Það er ekki brjálega að gerast, en þú veist. Það er líka þannig að maður nær bara að prjóna 2 lykkjur og það er óska eftir athygli, þá bara hlýðir amma. En ég er margoft búin að tala um það, ég er ekkert að fara, ég er ekkert að fara að rífa það eitthvað sérstaklega fyrir ég er komin eitthvað almennilega, orðið almennilega ágengt með það. Ég afsaki, ég er svona svolítið út allt, þetta var náttúrulega pínu illa skipulagt og bara þú veist, hvað maður getur ryðgað á skömmum tíma og ég dáðist alveg að því hvað Linda var flott, hún var að setjast niður og taka upp podcast núna og svo gekk ég að sjá hana og hún prófa að fara þessa leið sem ég nota, þú veist, ekkert að edita og ekkert og það er bara geðveikt næst þegar maður er komin upp á lagi með það, því að þá er bara mikið þægilegra að þú veist gangi í þetta. Hitt getur verið svolítið yfirþyrmandi að það fer miklu meiri tími í bakvinnsluna heldur en nokkuð annað í þessu. Þannig að maður bara stundum að, já, látum þetta slæta, látum þetta fara. Þannig að það var dáslegt að sjá hann aftur á skjánum. Og hún gjörsamlega kveikti í sokka prjóna gyðjunni í mér aftur og ég býð bara spennt. Þeir sem eru búin að horfa á þáttinn hennar viti hvaða sokka ég er að tala um. Mögulega óbólítið bleikir í grunninn og svona svaka flottir. Kíkið á það, Hippi Barbarið. Já, og eins og ég segi, mér langar rosalega að halda áfram að tæma þessa poka hjá mér. Það er náttúrulega hennar Pearl Soho sjalið og það er þetta verk sem ég er að vinna fyrir Stíven og það er hérna teppið hennar mömmu. Hér eru 2 töskur, kíkjum í þær. Og svo er náttúrulega fullt að prjóna snákum, sjáum hvað setur þar, mögulega
sé ekki eitthvað þessum sem að ég sé ekki fram á að nota, en það var alltaf allt vitlaust þegar ég segi það, þannig að ég er ekkert búin að ákveða með það. Peysa sem ég mun pottið klára, því að mér langar í svona ljósa cozy peysu. Jólapeysan, ég er ekkert að sýna ykkur þetta, því að þú veist, þetta er eitthvað sem að bara ég er búin að tala mikið um í vetur. Hérna er ég alltaf með þetta droppspell, alltaf að gera mér hérna einhverja sumar peysu eða eitthvað úr því. Ég er ekki ennþá byrjuð, ég er búin að eiga þetta í 2 ár. Þetta er kannski merkjum að ég bara losa mig við garnið. Held það. Þetta er eitthvað svona sem er verið að böggast í mér. Og ég ætla að gera annan svona, gera kraga fyrir mig eftir hana hérna Kristínu Ragnars. Þar sem að hún notar og alpakka, bröst alpakka silk. Að gera mig fyrir veturinn, ég ætla alveg að gera það. Og síðan er hérna teppi sem að ég var svona að læra alls konar hekl, munstur í og eitthvað svona. Vitið það, ég er ekkert að fara að klára þetta, sko. Þetta er bara, þú veist, það er alltaf mikið að endum og eitthvað vesinn í gangi hérna. Þannig að ég á slatta ennþá úr hjónarúmsteppinu sem ég gerði hérna Granny Stripe. Þetta eru afgangarnir úr hérna sjalinu. Þetta er alltaf einhver cirka 8 grömm, 7-8 grömm úr hverju 20 gramma hespu og hérna eru svona 3 20 gramma hespur sem ég bara, eins og ég segi, ég nefndi ekki að prjóna þær í að því ég nefndi ekki að fara að opna hana móhair og þurfti það ekki þegar upp á staði. Og svo er hérna ofan í töskunni þar sem ég var að nota í teppi fullt af svona litlum, Jesús Pétur, fullt af litlum gaurum og mig langar að gera corner to corner heklað teppi. Að því bara, að mér langar að gera það, að því að hérna hekli étur upp svo vel afgangan hans og það er bara corner to C2C, ef þú setur C2C inn á YouTube þá er þetta þar og það er svo auðvitað að stjórna stærðin á teppinu. Þegar þú ert búin að gera það eins breytt og vilt hafa það, þá getur þú unnið aðeins upp til þess að halda þeirri breytt í einhvern ákveðin tíma og svo byrja að minnka aftur og ofan og það er svo auðvitað að stýra stærðinni. Þannig að hérna það er eina sem að er alltaf að poppa á og til upp í hausinn á mér. Já, kannski byrja þessu, en svo einhvern veginn er það búið að vera meiri æsingur í mér að langa til þess að klára. Og nú er ég sérst búin að, ég er hættið þessa Bell droppspeysu. Sett bara gatnið í nokkað bíti, sel það. Og svo er hérna jólapeysan og önnur peysa sem ég byrjuð á og eitt kragi sem ég er ekki byrjuð á. Eitt sjal og teppi. Þannig að þetta er bara óvinnu, bara rólegt hjá minni. Sjáum hvað það endist lengi. Og svo, já, svo bara bila spennt eftir að
verði gefin út með þessum Linda var að prjóna. Það er langt síðan við langar svona til að fitja upp á sokk frá upphafi til enda. Þetta er náttúrulega bara geggja næs að eiga alla þessa sokkasnáka, en ég er heldur ekkert búin að vera svaka dugleg í þeim. En þú veist, svo er ég líka að hugsa, ég er að fara að byrja að vinna, ég áttur að finna tempóið þar, ég áttur að sjá, þú veist, hvað gerist því ég er farin að vera að minna heima, hvar liggur löngunin í að vinna með. Nú svo í pokan, þá var hún hjá Hex loksins komin í gang. Og ég fekk mér, afsakið, ég átti að útskýra þetta svo allt saman. Svo helgulega, ég bilast, Gandifloss frá Hex, 100% lífrænt Merenodi DK, non-superwash, 4ply, 225 metra í 100 grammunum. Þetta verður geggjuð peysa, sko. Það sem líklegast er að litinni fá bara að njóta sín. Já. Sjá hvað fallegt. Ég bara dásanlegt. Síðan var einhver kona inn á margum talaðri gatbítt síðu eða eitthvað starf í einhverjum handafinn hóp að selja svona row counter ring. Og ég fekk mér eitt svoleiðis sem ég oft sérstaklega ég er að ferðast og er kannski í þeirra aðstöðu að geta ekki verið að krassa blaða eða eitthvað, þá er þetta geggjað. Já, þá er ég bara búin með þetta svona sem að tilheyrir prjónirínu og hekklarínu. Þetta gellt í mér. Ég sérst fyrir 6 vikum smitast af barnabörnunum af því að það var bara þannig að amma varð bara að koma til bjargar og sitja heima hjá Hilmi og Valdísi sem voru til skiptis bara ógeðislega veik með eyrnabólgu og lúnabólgu og bara voru þannig einhverjar 2 vikur sem ég var bara nánast þar. Svo bara held ég að þú veist á 12. degi eitthvað þá fæ ég kitl í hálsinn og og fyrir 2 vikum þá fer ég upp á sjúkrahús og fæ 2 konar astmabúst og í ljósi þess að ég fekk COVID í lungun þá vildu fá mig aftur viku seinna, já, mánudaginn fyrir viku, bara til þess að tjekka á mér og okkur þótti ekki með hvað ég fekk mikið, ég var bara sett strax á hæsta skammta af þessum astmalyfjum og þá var árangurinn ekki nógu góður á þessum tíma þannig að ég var sett á steratöflur sem að útskýrir stækkandi andlit, mikla vökvasöfnun, get ekki verið út í sólinni að því ég er bara eins og, já, rautt epli í framann. Og þetta er alveg komið, ég er hætt að fá bara verkirnar bara bókstaflega lokuðust. Og við vorum rosalega lág í mettun sem er í sjálfu sér ekkert óbúslega óeðlilegt hjá mér en ég var lægri en venjulega og þeim fannst það pínu áhyggjuefni og líka ég átt svo erfitt með að draga djúpt andana því ég endaði þá heilt í þessu blokki og þannig að það var búið að díla við þetta. Og á þessum tíma er ég náttúrulega búin að reyna að koma mér inn í nýtt starf. Klára síðustu dagana mína með Valdísi sem eru núna að renna upp á miðvikudag og fimmtudag. Og svo vinn ég út júní í nýju vinnunni og fer svo í frí í júlí af því að stofan verður bara, held ég, nánast alveg lokuð. Og þannig að þú veist, álagið hefur heldur ekki beinlínis verið að hjálpa til við að ná alveg 100% bata. En
þú veist, ég var ekkert sagt að vera eitthvað betra að hanga bara heima og eitthvað svona, bara, þú veist, að reyna að vera skynsum. Þessi læknar þekkja mig ekki rass, þannig að ég, þú veist, veit ekki hvað skynsum endilega þýðir í þeirra huga. En þetta að koma. Ég get lofað ykkur, ég hefði bara fyrir 4 dögum ekki geta að tala svona í belg og biðu á þess að liggja bara fjólublaðin í gólfinu í hóstakasti. Þannig að það allir glaðið með það og ekki síst helgi minna því að ég hélt oft vöku fyrir honum að því að ég bara gat stundum ekki hægt að hósta nema svo bara núna á föstudaginn kvíðast ekki gaurinn þegar kellingin lagast og hann bara alveg mjög slappugreið. En vonandi verður hann ekki í þessum sama skítupakka og ég lendi í, sko. Þannig að já, nú fyrir bara allt á fullt hjá mér og eins og ég segi, ég ætla ekki að vera með einhverja brjála pressa á mig hvað þetta varðar, þessar upptökur og ég bara dett inn þegar og ef ég hef eitthvað að sýna eða er í stuði eða hvað. Þarf bara svona að finna tempóið aftur og það verður sjálfsagt ekkert fyrir en með haustinu sem að það verður komið eitthvað svona í sé hvernig þetta bara þróast allt. En þessi dagar sem ég er búin að ná að vera í vinnunni, allir þessi þriðjudagar og föstudags eftirmiddagar hafa bara verið frábærir. Ótrúlega gaman og þau eru ótrúlega næs og skilningsrík og þú veist, það er bara pínu brjálega að gera í heilanum á manni þegar maður er með, þú veist, halvan heilan fullan af kvefi og hinn heilan fullan af einhverjum gögnum sem maður þarf að læra að skilja og finna út úr. Þannig að í kvöld er ég til dæmis að fara að rifja upp eitt og annað. Það var ég mæti tvinna á morgun því að fyrstu 10 dagarnar í hverju mánuði er alltaf brjálaðir í innheimtu. Og það er svolítið cool að vera svona vita sirkabátt hvað maður er að gera. En eins og ég segi, þau eru alltaf rosalega næs við mig og hjálpsöm og bara, já, ég held að þetta eftir að verða svakalega skemmtilegt. Það er ekkert á leiðinni til mín. Ég bara einhvern veginn þegar ég á búin að hreinsa úr hillunum hjá mér, þá einhvern veginn bara svona, nú á ég bara magn sem ég er bara rosalega sátt við. Ég sé hlutverk í öllum þessum hespum sem að eftir sitja og líður bara svakalega vel með það. Mér langar ógeðslega hins vegar í nýja pompom sem að er tvöfalt núna. Er það sumar og haust. Mögulega. Það er tilgat på þetta. Ég er bara ekkert mikið að þvælast inn á síðuna hjá henni þegar svona freistingar er í gangi. Þegar ég lít þetta upp í bókahilluna og sé allar hinu fallegu bækuna mína sem ég á. Ég hugsa að ég fari fyrst og þukli á bókinu og blaði inn á henni og geri upp minn hug hvort ég neyðist til þess að eignast hana. Það er bara þannig. En það er einhvern veginn það einu sem ég langar í. Svo var reyndar einu prjónahópnum mínum á Skaganum að benda okkur á vefsíðu sem að Helen Stewart er einhverjum tengslu við hana í ábyggilega sambandi við leyniprjón sjala dóti á henni eitthvað. Ég þarf að kíkja á það. Það má alveg skoða það. Og sjá svo bara til. En ég er rosalega ánægð að hafa drifið mig að gera þetta og kíkja á okkur og bara takk öll því sem nennið alltaf að koma og kíkja á mig. Mig er eins og áður segir alltaf að finna á sérstaklega Instagram, Helga A71. Ekkert sérstakt að frétta inn á Ravelli en ég er líka Helga A71 þar og það er ekkert á Facebook. Mitt persónulega Facebook er bara
alveg laust við handavinnu tengt efni. Þannig að það detta alltaf inn nokkra beiðnir og ef ég sé þetta eitthvað tengt handavinnu þá, og ég þekki viðkomandi ekki persónulega, þá ég bara einfaldlega ekki að samþykkja það því að það bara fer ekki saman við þetta dæmi. Þannig ég vona að þið sýni því skilning. Annars alltaf hægt að setja skilaboð hérna undir vídeóin, senda mig skilaboð á Instagram eða í gegnum Ravelli. Ég fer inn á Ravelli á hverjum degi til að skoða skriftir og svona, en ég er alveg bara orðin glötuð í að setja verkefni mín þangað inn og bara væri alveg til í að byrja bara á núlli þar og fara að kýla á það aftur, að fara að setja þar inn. Sérstaklega ef það fer að verða eitthvað svona hægara á mér hérna inni, af því þetta hefur svona svolítið tekið við að Ravelli að halda utan um það, og svo náttúrulega bókin minn sem ég skrif allt annað inn í. En það geggjað, sérstaklega þá ert að gera verkefni fyrir einhvern annan, að setja allar þessar upplýsingar þar inn og svoleiðis, og ég veit alveg já að gera það. Annað minnstur kraginn, Lindu, á 20% afslætti núna. Ég man ekki, það mögulega 20% afslættur á því fram að Blönduósar gleðinni, prjónagleðinni næstu helgi. En þú veist, ef ég að bulla í guðanabænum, bara drífið ykkur inn núna á Ravelli ef þið ekki minnstur nú þegar og sækja ykkur með 20% afslætti. Þetta svo ótrúlega frábær uppskrift fyrir þá sem að langar að prófa að tvílita prjón, munsturprjón. Þetta líka svona búið að vera svolítið svona, já, það hægt að gera svona munstur og svona, þá maður sé búin að gera milljón öðruvísi. Það bara ótrúlega marg mótífin annars sem að ég hef bara ekki rekist en sem komið á í prjóna uppskriftum. Kannski einhverjum útsömi eða einhverju svoleiðis, en mér ótrúlega gaman að sjá þetta raðast upp svona og hvernig það kemur út í prjóni, og óbúslega gaman að fara inn á hashtagið minnstur kál CO2FL inn á Instagram og skoða litasamsetningar og allt svoleiðis. Og mér langar alveg ógeðslega að gera annað úr þá svona fingering, einhverju mjúku djúsi. Ég gerði úr náði að dúa. Það geggja á veturnar, en það var líka næs að eiga eitt svona, þú veist, ef maður að fara út að hjóla í vinnuna á morgnana og enda pínu svalt að hafa kraganum hálsinn úr eitthvað svona mjúku djúsi lífgafni. En ég alveg búin að fá munnræpi rosalega, ég sakna þess að vera þarna. En þangað til næst, þá bara óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.